kvöld og velkomin í söngvakeppni sjónvarpsstöðva 1986. Já, íslenska sjónvarpið tekur nú virkan þátt í keppninni í fyrsta sinn og til að svo megi verða þarf að velja eitt lag af þeim 10 sem við kynnum hér í 5 þáttum á næstu dögum. Söngvakeppni sjónvarpsstöðva er nú haldin í 30. og fyrsta sinn og markmið hennar eða örva samningu vandaðra dægurlaga í heimalöndum þáttakenda. Örlítið svar við því flóði dægur tónlistar sem daglega berst frá tónlistariðnaði stórþjóðanna. Og það er ekki að því að spyrja. 287 lög bárust í almennri samkeppni sem lauk 25. janúar og þau 10 lög sem hér verða kynnt voru valin úr hópi þeirra af sérstakri dómnefnd. Lögin voru misjafnlega á sig komin þegar þau bárust og því fengum við 2 valinkunnar hljómlistarmenn til að færa þau í búning og útsetja fyrir stóra hljómsveit og stjórna flutningi. Þetta eru þeir Gunnar Þórðarsson og Þóri Baldursson. Hljómsveitina sem við köllum Stórsveit sjónvarpsins skipa 12 úrvals hljóðfæraleikarar og auk þeirra 3 söngvarar sem aðstoða við flutning laganna, Jóhann Helgason, J.D. Owens og Sverrir Guðjónsson. Til að syngja lögin í þessum kynningaþáttum fengum við 2 af okkar reyndustu dagurlagasöngurum, þá Björgvin Halldórsson og Pálma Gunnarsson. Svo 2 úr hópi þeirra yngri, Ernu Gunnarsdóttur frá Akureyri og Eirík Hauksson. Ekki er vita hvaða söngvari verður fulltrúi Íslands í sjálfri lokakeppninni í Björgvin 3. maí. Það verður ekki ákveðið fyrr en eftir 15. mars, þegar við vitum hvaða lag af þeim 10 sem hér hafa verið kynnt ber sigur úr býtum. Auk þáttakuréttar í Björgvin og þeirra tækifæra sem þar kunna að bjóðast veitir sjónvarpið höfundum vinningslagsins vegleg verðlaun, 200.000 krónur þegar úrslit ráðast. En þetta er söngvakeppni en ekki mælskukeppni og tími til komin að heyra fyrsta lagið. Við höldum þeim númerum sem lögin fengu þegar Borgarfógetið opnaði póstinn í janúar og fjarlægði öll umslög með nöfnum höfunda. Enginn veit hver hefur samið þessi lög og við höfum aðeins heiti lagana og númer. Og þá er það fyrsta lagið, það er lag númer 94 og heitir Gleðibankinn. Þóri Baldursson útsetti og stjórnar, Pálmi Gunnarsson syngur.
Já, þetta var lag númer 94, Gleðibankinn. Við mælum með því að fjölskyldan gerir sér leik úr því að velja milli laga og réttir að hafa það í huga að eitt þessara laga á eftir að fara alla leið til Björgvinjar 3. maí og keppa þar við það besta í dægulega gerð 19 annarra þjóða. Við minnum á að hér er verið að velja lag en ekki flutning eða flytjanda. En úr því ég nefni Björgvin er rétt að fá Björgvin hingað. Það er að segja Björgvin Halldórsson. Hann syngur því lag númer 78, Ég lifi í draumi. Gunnar Þórðarsson útsetti og stjórnar. Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt. Í hægum gangi, á fullt í fangi með að finna það sem oftast reynist öfugátt. Það er líkt og ég sé laus úr öllum miðjum, lentur hringsólandi á vegi miðjum. Ég lifi í draumi, dreg hvergi mörkin dags og nætur, sveiflast aðeins ósjálfrátt. Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trylltum dansi, fólksins allt í kringum mig. Aleinn á randi, veit að minn vandi er að vera það sem enginn getur áttað sig. Það er líkt og ég sé lagstur út í byli, leitandi að bát á réttum kili. Ég lifi í tómi, tek engan þátt í trylltum dansi, fólksins allt í kringum mig. Hvaða vindar þjóta, en þeir fara fram hjá mér. Eins konar fangi á víða vangi eða varnarlaus gegn því sem er á meðan er. Það er líkt og ég sé lamaður af ótta, líf mitt rennur burt á hröðum flótta. Hvaða vindar þjóta, en þeir fara fram hjá mér. Þá höfum við heyrt tvö fyrstu lögin, lag númer 94, Gleðibankinn, og lag númer 78, Ég lifi í draumi. Við sjáumst aftur annað kvöld klukkan 9 og þá verða kynnt 2 lög í viðbót. Rás 2 tekur þátt í þessu með okkur og við bendum á þátt Svavars Geirs sem er á dagskrá á morgun klukkan 14 söngvakeppni sjónvarpsstöðva fyrr og nú. Þökkum fyrir.